sem eitthvað sem ólst upp á eins og til dæmis Suðurnesjum. Það finnst mér þetta alltaf fyndið einmitt svona, þetta þessi svona quintessential, ég veit ekki, vesturbæjar svona stemming einstaklingur sem að svo upptekinn af sko óréttlæti samfélagsins en svo verndaður frá raunveruleikum svo raunverulegum erfiðleikum í íslensku samfélagi að hann skilur ekki hvað hann að takast á við sko. Eins og dæmi eins og hef verið að tala með svona bandaríska kynþáttapólitík sem hún flytur inn til Íslands og talar sko hörundlit á fólki og jú, ég held að það hefur auðvitað áhrif á hvernig þú upplifir því í samfélaginu en til dæmis hörundstökkur einstaklingur sem elst upp í Vesturbænum í Reykjavík og bara fullkomlega alinn upp sem Íslendingur og bara Íslendingur menningarlega og hvað heldur að hann eigi erfiðar uppdráttar en til dæmis pólski strákurinn sem flutti í 7. bekk til Íslands með foreldrum sínum sem tala bara pólsku og kemur inn í háaleitiskóla á Ásbrú og þarf að finna sig í þeim bekk og finna sig í samfélaginu. Auðvitað, þú veist, ég hef bara séð þetta persónulega, bara þegar ég var í grunnskólanum í Sandgerði, bekkjarfélagi mínir. Þetta svo mikið erfiðari bolti að takast á við, sko. En fólk svo fókusað með þetta á þessa bandarísku linsu að það ekki opið fyrir, sko, raunverulegum aðstæðum í íslensku samfélagi. Nei, þetta vil líka verið gagnrýnt, sko, í Bandaríkjunum, þar sem að hefur verið fjallað þetta í samhengi við þegar að þessi, sko, stórir hlutar riðbeltisins mistu mikla atvinnu, var flutt út til bæði Kína og Vietnam og annar staðar, stál í svona versmiðjur sem voru til eins og í Detroit og annar staðar, að það þótti svolítið skjóta skökku við einmitt þegar það var kannski kveikti á fréttunum eða öðru og þá var einhver þeldökk manneskja sko búin að komast í gegnum nám hjá Harvard eða Stanford eða Yale sko að tala það hvað hvítt fólk sem að væri bara svona einn hópur væri einhvern veginn að sko halda henni niðri og þetta eitthvað sem að Glenn Loury og John McWhorter hafa einmitt svolítið bent á að hafi verið stór þáttur í því að að sigri Trumps sérstaklega 2016 en svo aftur núna 24 og ég held að þetta sé rétt einmitt eins og þú nefnir sko að en svo aftur á móti þá bendir fólk á já en sko þú verður að athuga það sko að þeldökkiliturinn sko bætist við ofanálag að það líka þeldökkir sem að búa við verri kjör en það að vera þeldökkur bætir einhvern veginn þessu ofan á allt hitt og þá náttúrulega berst það ekki við þau rök einmitt að fólk býr í mismunandi samhengi eins og þú vorst að segja Vesturbæinn en jafnvel ef við tökum inn þetta dæmi sko það sem við erum að tala að fólk svona sumir eru lágvaxnari, sumir eru þeldökkir, sumir eru öðruvísi og þá erum við einhvern veginn orðin einhver svona sjálfstæð algebru dæmi sko það sem við eigum að móta okkur inn í forréttinda píramídan sko sem náttúrulega kendur hjá Reykjavíkurborg og við sem orðin einhver svona algebrudæmi sem eiga að vera sko leiðarvísir yfir því hversu mikið þú átt að fá upp í hendunar í stað þess að við séum bara berjast undir sama svona sömu stöðlum sko. Og þetta náttúrulega eins og maður skilur hvaðan þetta kemur og auðvitað eru aðstæður mismunandi með við bara hvernig þú ert og hluti sem þú getur ekki breytt við það hvernig þú ert og það hefur áhrif á hvernig samfélagi mætið og það er áskoranir sem þú ert að takast á við en ef að þú ætlar að einblína á þetta og þá sko lógískur endapunktur á svona hugsunarhætti til þess að takast á við heiminn og að skipuleggja samfélagið einmitt bara einhver hierarkía það sem þú plúsar saman og mínus og sér sko einhvern veginn að raða fólki eftir hvar það stendur í þessum píramíta og það bara öllur bóttin það bara ópraktísk leið til þess að skipuleggja samfélag og bara takast á við lífið sem einstaklingur. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.